Á 9 mörk á Wembley, Chelsea 5, Manchester City 4. Já, þetta var Marta Unnar. Og hér sjáum við fyrstu þrautina. Þetta er Guðbjörg Grímsson Reykjavík á Bronco FA. Þetta er á 51 turbo. Honum tókst nú ekki að fara upp þarna í fyrstu tilraun. Þetta er Einar Gunnlaugsson Akureyri. Villi 63 með 350 vél. Hann fór glæsilegu. Þriðji keppandi er Hrafn Sigurðsson Akureyri og Villis 55. Hann tók þetta með stæl. Fjórði keppandi er Davíð Sigurðsson Akureyri og Jefster. Hann er þarna á 44 tómum mötterhjólbörðum. Hann missir hann upp á hopp. Nú 50 keppandi, það er Bergþór Guðjónsson frá Hellu, margfaldur Íslandsmeistari og tók þetta létt. Hérna reynir Broncoinn aftur við sömu hindrun. Og nú vantaði ekki hann næði upp. Síðan eru komin hérna standardjepparnir í fyrstu hindrun. Þetta er Bjarni Hjaltalinn á gömlu rússagasi með Volvo B18 vél. Og upp fór hann. Nú hér sjáum við Hjört Óskarsson á Reykjavík. Hann er á Willys 47 með Volvo turbovél. Og upp fór hann. Þetta mun vera Heiðar Jóhannsson Akureyri. Hann er á 74 Willys 6 cylindra. Þá tekur þetta létt. Nú hér erum við komin af annarri braut. Þar fara fyrst útbúnu bílarnir. Þetta er Einar Gunnlaugsson. Hann feilaði þarna. Næsti keppandi er Hrafn Sigurðsson Akureyri. Hrafni gekk mjög vel framan að keppni, en var fyrir óhappi síðar í keppninni. Og upp náði hann, fyrstur keppanda. Nú þarna kemur Davíð Sigurðsson á Jaffa jepperðnum sínum. Engi smá barðar sem hann er með undir.
upplapaðan. Þarna margfaldur Íslandsmeistari Bergþór Guðjónsson kominn að hindruninni á gamla Willysnum. Hann ekki náðan í fyrstu tilraun. Og þarna Broncóinn kominn, Guðbjörn Grímsson frá Reykjavík. Tók þetta fallega. Þarna erum við komin að standardflokknum. Þetta Hjörtur Óskarsson á Turbo-Volvónum, Turbo í Willysnum segi ég. Þetta Jóhann Hjaltarsson og Jefster. Hann kemur frá Djúpavogi, Jóhann. Koma víða að til að keppa hjá okkur. Hann rann þetta léttilega. Hér eru útbúnu jepparnir í þriðju tilraun. Fara upp mikla brekku. Þarna er fyrstur Hrafn Sigurðsson. Hann tók það létt. Þá kemur Davíð Sigurðsson á Jefsternum. Hann hafði það ekki. Þarna er Bergþór mættur, rásmarkið. Og upp fór hann. Og þá var það Guðbjörn Grímsson. Og hérna erum við komin að dekkjagrifju. Þetta hafið að gá framöndan. Það leggur hann í hann. Eins og sjáum á þessum myndum var veður alveg einmuna gott þarna. Og áhorfendur margir. Ekkert mál fyrir hann að labba yfir dekkin, en þá var eftir að komast upp úr gryfjunni. Þá var það Bergþór Guðjónsson. Ég ekki hafa það. Hér kemur Guðbjörn á Broncónum. Glæsilegt hjá honum. Nú Guðbjörn sigraði í flokki útbúinna jeppa með 856 stig. Þarna kemur Hrafn Sigurðsson Akureyri. Ekki hafði hann sig upp úr. Hérna erum við staddir í tímaþrautinni. Þetta er Hjörtur Óskarsson frá Reykjavík.
Þarna var hann svo óheppinn að velta bíl sínum. Sjáum þetta nú aftur. Áhorfendur að vera kyrra. Það er að koma í gang og ekkur í burtu. En varð að hætta keppni vegna þess að veltigrind bognaði. Hér er Hrafn Sigurðsson í tímaþraut. Hann var fyrir því ólánið þegar hann kom í mark að brjóta framhásingu og varð að hætta keppninni. Hrafn lenti í 3. sæti með 764 stig. Þarna brotnaði framhásingi hjá honum. Hrafn hafði staðið sig mjög vel í þessari keppni. Þá er Guðbjörn Grímsson að leggja á stað. Nú þarna er Guðbjörn Grímsson að leggja af stað í tímaþrautina. Þá er komið að síðustu hindrun sem er tröllupollur mikill. Þetta er Heiðar Jóhannsson, Akureyri. Hann sigraði í standardflokkinum á 6 cylindra Willys. Þarna er Einar Gunnlaugsson í úrkonaflokknum. Stutt fór hann núna Guðbjörn. Þá er það Davíð Sigurðsson á Jaffa-jafnstöðnum. Hann hlaut sérstök tilþrifaverðlaun í þessari keppni, meðal annars fyrir þennan dröllupoll hérna. Ekkert mál fyrir Jaffa-jafnstöðin. Labbaði upp úr þessu. Davíð vaknaði ekki eins og í fæturnar í dröllupollinum. Við skulum enda þetta með því að sjá nokkra valda kafla úr keppninni.
þau voru bæði skoruð í fyrri hálfleik. Og KR-ingar urðu fyrir til að skora í leiknum í gær. Það er Loftur Ólafsson sem hér á sendingu fram að hægri kant af Július Þorfinnsson og hann sendir boltan áfram með kantinn og þar er Loftur kominn, gefur fyrir markið. Þeim mistekst að hreinsa frá marki sínu F-fáingum og Július Þorfinnsson var fljótur á sér að vippa boltanum yfir Gunnar Strömnad markvörð FH. Snyrtilegt mark hjá Júliusi sem vildu kenna Gunnar markið en ég held að það sé ekki hægt. Sjáum þetta endurtekið hér. Hér kemur sendingi fyrir markið frá Lofti og Július fær boltan, vippar boltanum yfir. Það er vonlaust fyrir Gunnar Strömnad að ná boltanum. Hann fer í bláhorni fjær og staðinn orðin 1-0 fyrir KR og rúmar 2 mínútur liðnar af leiknum. En síðan náðu F-fáingar yfirhöndinni í fyrri hálfleik og gerðu oft harða hríð að marki KR-inga. Sævar Bjarnason, ungi markvörður KR-inga með markspyrnu, Ólafur Danielsson er boltanum og leikur á hvern KR-inginum öðrum, gefur síðan boltanum Inga Björn og hann skora glæsilegt mark með þrjúðum skoti. Markakóngur fyrstu deildar fyrr og síðar, Ingi Björn Albertsson, bætir hér enn einu marki við og hann jafnar leikinn fyrir FH, KR 1, FH 1. Hér sjáum þetta endurtekið Ólafur Danielsson á allan heiðurinn að undirbúningunum og það er gamla kempan Ingi Björn Albertsson sem skorar hér með þrjúðum skoti. F-fáingar voru sterkari í fyrri hálfleik í þessum leik en KR-ingar í síðari hálfleik en mörkin urðu ekki fleira innkast. Og það er Pétur Ormslev sem fær boltan. Nú Björnsson, Þórsari sækir að honum og boltinn aftur endamörk og framar að fá hornspyrnu og það er að sjálfsögðu Pétur Ormslev sem tekur. Og hér er Pétur Ormslev. Þeirni fyrirgjöf, tekst ekki, fær boltan aftur og þeir sækja fast á honum Þórsarar og fellan hér utan vítategs. Framar að fá hér aukaspyrnu aðeins mínútu eftir að Þórsarar náðu að jafna leikinn 1-1. Og þeir standa við boltan, Guðmundur Torfason og Pétur Ormslev. Guðmundur Torfason númer 10. Þórsarar stilla upp varnarvegg. Við sjáum á er boltinn langt utan vítategs. Varnarveggur Þórs er tilbúinn. Þeir eru 9 metrar frá boltanum. Og hvað gerir svo framarar? Það er Guðmundur Torfason sem tekur aukaspyrnu og skorar glæsilegt mark. Mark ársins, það sem aðeins þessu keppnistímabili, það fer ekkert á milli mála. Glæsilegt mark á Guðmundur Torfasyni og framarar hafa komist yfir 2-1. Þrátt fyrir marktækifæri eins og þetta og glæsileg tilþrif og framarar fóru því með sigur á Hólmi í þessum leik á Laugardalsvelli, Fram 2, Þór 1.